Þín útivist, þín ánægja. Komið sæl, skulum byrja að líta hér á stóra yfirlitskortið okkar og við sjáum hér lægð sem hér suðvestur á landinu og hún fer nú minnkandi en hún lifir nú út morgundaginn og svo það þessi sem svona leiðin yfir Skandinavíu og svo hæð sem að byggja sig upp yfir Grænlandi. Þessi þrjú kerfi í raun gera það að verkum að þau fara að draga hér kaldari norðanátt hérna niður á landið. Þessi lægð ætla lítil áhrif að hafa þá fyrir kannski fyrsta lagi helgi en hún, eins og áður segja, þá kemur kaldalofti hérna niður með þegar hæðin styrkist yfir Grænlandi og þessar lægðir hérna hopa frá og opna þá fyrir kaldaloftið en við sjáum það betur hérna þegar við förum yfir í hitaspanna hjá okkur. Við sjáum þá hvernig blái leiturinn leitar úr norðri og kemur hér yfir norðausturhornið strax í fyrramálið og svo heldur þetta bara áfram yfir landið. En hérna á suðvesturhorninu verður nú kannski svona hvassta veðrið því að þegar það er komið norðaustanátt þá léttir nú yfirleitt til hjá okkur hér suðvestanlands. En þróunin í kvöld og nótt og í fyrramálið að það svona það dregur smá saman úr þessum skúraleiðingum sem hafa svona verið viðlóðandi hérna suðvesturhornið en það verða áfram skúri svona hérna fyrir norðan og austan en þetta nú ekki í miklu magni og almennt frekar rólegt og svo hádegi á morgun að geti staðan verið þessu lík. Það svona aðeins farið að lækka hitatölunar á norðausturhorninu og munu halda áfram eftir því sem líður á daginn. En hérna aftur á móti yfir sunnanvertlandi helst hitinn svona í þessum 10-15 gráðum. Svo verður strekkingsvindur hérna á Vestfjörðum og svona heldur minni strengur þá hérna við suðausturströndina. Þróunin síðan þá yfir til miðvikudags að það svona heldur áfram að síga hérna að norðanáttin og það viðbúið að yfir svona að næturlagi þá fari nú þessara élja yfir í skúra yfir í él eða slydduél og sérstaklega til fjalla en tekur nú yfirleitt upp svona yfir hádaginn. En það eru hitatölur almennt svona 5, 6, 7 gráður fyrir norðan á miðvikudag en aftur á móti svona öðru hvoru megin við 10 gráðurna sunnan til og þá orðið sæmilega bjart hérna á sunnan og vestanverðu landinu en eins og áður sagði svona skúri, slydduél allavega þegar maður kemur hærra upp. Viðbúið að einhverjir fjallvegi gætu fengið einhverja hálkubletti svona allan þeir sem liggja hæst. Og síðan þá þróun yfir til fimmtudags að þetta svona óskup áþekkt nema þá að hitatölunar eru ennþá að heldur að lækka. Hitatölur yfir daginn kannski 4 til 6 gráður fyrir norðan en það þá viðbúið að fara alveg niður undir frostmarka að næturlagi en síðan hins vegar það kannski einna helst að sé næturfrost hætta hérna þar sem að verður hvað bjartast og sérstaklega ef það í skjóli og verður alveg logn. Og á föstudaginn þetta raunverulega meira og minna sami grauturinn í sömu skálinni, einhver smá éljagangur eða skúraleiðingar hérna á norðausturhorninu en aftur á móti nokkuð bjart hérna víða sunnan og vestan til og hið ágætasta veður en áfram svalt. Og svo að sjá þegar það kemur þá í svona lok helgar að það fari nú að hlýna aftur hjá okkur en það er viðbúið að verði svona svöl helgi allavega. Þessi myndarlega lægð sem nú orðin býsna svona þroskuð og þreytt yfir Skandinavíu gefur skúraleiðingar eiginlega allt þetta svæði og svo sjáum við að í aðra lægð sem stefnir hér á Írland og verður þar komin inn á land í fyrramálið en ef við höldum síðan áfram suður úr að sjáum hvernig skúraleiðingarnar liggja hérna langt suður eftir og hérna úrkomuband sem nær hérna í Alpana en þar sunnan við í raun bjart og fallegt veður og ennþá býsna hlýtt með við árstíma. Og Íberíuskaginn verður líka býsna góður, gætu verið einhverja smá skúrir eins og í Barcelona en að öðru leyti bara fínasta veður á Íberíuskaganum. Kanari liggur í skjóli frá hæð sem norðan við, þannig að vindáttin þar norðaustlæg, bjart og hlýtt. Og síðan ef við förum vestur haf, þá eru svona smá lægðabólur hérna við austurströndina, skúraleiðingar sem gætu gefið þrumur og eldingar eins og á Flórídaskaganum. Og svo hérna lægð norður við Hudsonflóa í Kanada sem að öðru leyti lítil úrkoma og það eru ágætis hitatölur víða yfir 30 gráður hérna austan Klettafjalla og það svona aðeins svalar alveg við vesturströndina en eftir því sem sunna dregur þá hlýnar aftur. En við skulum láta þetta gott heita í kvöld, verið þið sæl.